Það einn af þessum pörtum sem gera vefinn mögulegan og sagan er þannig að þegar Tim Berners-Lee var að búa til HTML og finna út einhverja leiðir til þess að taka HTML og færa það sendað HTML-ið einhvern veginn á milli einhvers servers og einhvers client sem var að lesa HTML-ið, þá þurfti hann eitthvað svona transport layer. Og þetta var fyrst skjalað sem útgáfa 0,9 árið 91. Svo kom 5 árum seinna kom svona RFC sem þarna frá IETF, Internet Engineering Task Force, sem skilgreinir HTTP 1.0 árið 96 og svo kom árið 99 HTTP 1.1. Og þetta bara það sem við erum svona búið að breyta svona aðeins senstu 2 ár sem við munum sjá aðeins eftir, en þetta samt svona það sem að HTTP að mestu leyti í dag. Það í raun HTTP 1.1 frá 1999. Og ef þið eru búin að læra eitthvað svona networking, þá þetta OSI módel, það skilgreinir í raun svona layera sem að fara frá tölvunni út í networki einhvers staðar. Og HTTP statt á application layer og það notar TCP/IP til að ferja gögn á milli. Þannig að við förum ekkert út í það, en bara HTTP notar TCP/IP sem transport layer. Og þetta application layer notenda viðmótið. Þannig að við erum þarna eitthvað með fullt af einhverju járni fyrir neðan okkur, en application layerin það sem við erum að fara að birta eitthvað til notanda á nothæfan máta. HTTP 1.1 kom út þarna 99 sem svona, þetta annars svona hlutur af vefnum sem búið að vera var rosalega lengi bara þarna og var ekkert eitthvað spennandi að gerast. En 1.1 lagfærið einhverja villur þarna í 1.0, gerði host header sem við munum sjá á eftir svona header nauðsynlegan, bætti við stuðning við persistent connections sem svo sem ekkert sem þið að fara að gera neitt sérstaklega, en það þetta að opna connection og nota hana áfram í staðan fyrir að vera alltaf að opna nýja og nýja. Og það vegna þess að það innbyggt í TCP-staðalinn svona slow start sem að viljandi verið að hægja á TCP, þannig að það tengingar sem að fóru yfir TCP/IP geta verið hægar ef það hefði ekki verið að opna á þessar persistent connections. Og fleiri aðgerðir, headerar og stöður. Þannig að þetta svona bara yfirleitt yfir þetta, svo sjáum við hvað þetta allt þýðir En til þess að geta nota líka HTTP þá þurfum við DNS. Og DNS Domain Name System, sem ég veit ekki, við kannski þekkið þetta eitthvað. Hver þekkir veit hvað DNS Ok, og þá líklegast eitthvað í kringu það að geta sett upp annan DNS-server til þess að komast fram hjá ýmsum lokunum og fikti sem búið að vera að gera í nafnaþjónum heima á Íslandi. En þetta geymir upplýsingar lén og þá hvaða IP-tölur svara fyrir hvaða lén. Þannig að við erum með eitthvað lén og lén þá eins og hi.is, en hi.is í raun ekki adressan, heldur það IP-talan sem svarar fyrir það lén. Þannig að þetta í raun eitthvað svona möppun frá léni yfir í IP-tölu og má hugsa þetta svona sem símaskrá internetsins. Og þegar var verið að búa til ARPANET sem forveri internetsins, þá var til risastórt skjal hjá Stanford sem hét bara hosts.txt og það var þessi möppun bara á einni vél og svo sá fólk, það miklu betra að hafa svona lén í staðan fyrir að þurfa að muna allar þessar tölur. Þannig að þá var þessi skjali var dreift svona milli tölva og DNS var síðan bara svona stöðlaða leiðin til þess að dreifa þessum upplýsingum á milli. En þetta alltaf notað þegar við erum að nota vefinn, að nota DNS og DNS svona grunnurinn að því að geta notað netið á nothæfan máta með því að þurfi ekki alltaf að vera að muna IP-tölur. En svo erum við með svona host-skrár og þær eru ennþá til staðar á öllum vélum sem við erum, á hverju vél sem við notið, þá svona host-skrá sem í raun að nota svona möppun
og til dæmis þetta í flestum þeirra sem segir í raun að 127.0.0.1 sem IP version 4 IP-talan á minni vél, eða okkar vél sem þá localhost, sem þið hafið séð þarna þegar búin að keyra upp eins og browsersync. Þá í raun localhost lénið á okkar vél sem þá skilgreint í hostskráni og svo það 2.2.1 í IPv6. Ég ætla ekki að fara nálar út í það svo sem, nema við getum síðan alltaf yfirskrifað þessar DNS-færslur með því að fara inn þessa skrá og breytinni. Þannig að ef ég opna hérna terminal og þá ég á Macca og ég veit alveg hvort þetta skipta hérna. Og þá get ég sem sagt farið inn í þessa skrá. Hún í etc hosts á Mökkum og í Linux. Þá þarf ég að setja hérna líklegra mitt. Þannig að hérna í raun þetta fyrir mína vél. Hérna þessi færsla fyrir localhost og hérna þessi færsla fyrir localhost með IPv6. Og svo á nú kannski minna af því núna en stundum þá þá fór maður hérna inn og var að breyta ykkur til með þessu 100.7.0.1 fyrir hi.is. Þá í raun búin að yfirskrifa hvað hi.is á þessari vél nákvæmlega. Þannig að ef ég núna fer hérna og það ýmis svona tól, svona ping sem maður notar, ef þið farið einhvern tímann þegar maður svona að vinna í vefbransanum þá getur maður oft þurft að setja sér svona einhvern svona sysadmin hatt sem að mér leiðist ólega, en það rosalega gott að vita svona sirka aðeins hvernig þetta virkar. Þannig að við getum pingað hérna hi.is. Þá sjáum við hérna að ég að pinga núna bara sjálfan mig. Og ef ég myndi fara hérna og reyna að opna núna hi.is þá fæ ég ekkert af því að ég ekki að keyra neitt vefþjón á localhost sem svarar fyrir hi.is. Þannig að þarna ég búin að yfirskrifa DNS-færsluna fyrir þetta. Svo fjarlægi ég þetta út af því að það var ekki gott að hafa þetta hana inni og núna ef ég pinga hi.is hérna niðri þá sjáum við að núna ég í raun að pinga raunverulegan vefþjónin hjá háskólanum sem á þessari IP-tölu. Og svo þessi tól sem við getum notað eins og ping til þess að pinga og þá sjáum við í raun bara þetta svara mér einhverju. NSLookup sem að keyrir leitar í þessari DNS símaskrá að léninu. Þannig hérna fæ ég hi.is á 130 og þá sjáum við hérna nafnaþjónu sem ég að nota og þetta nafnaþjónun hjá Google sem mjög reliable og ekki á Íslandi og þannig að hann fer þangað og svo getum við notað dig og host. Þá getum við líka fengið nánari upplýsingar hvað hérna í gangi. Þetta til dæmis, við erum að spyrja hi.is, þetta A-færsla og eitthvað svona að þessu hérna. Hvenær við fáum þetta og svo getum við notað enn frekar hérna host hi.is og þá fáum við hérna, mail handlað af þessum hérna host, IPv6 adressin þessi hér. Þannig að það eru svona tól þegar við förum að díla við svona og þegar maður að díla við svona það yfirleitt ef þið lendir í því að bæði þurfa að skrifa vef og svo koma upp einhvers staðar. Þá þurfum við að kaupa lén og skrá nafnaþjóna og gera þetta og þá þetta svona, getur verið svolítið vesen. En ok, við erum með HTTP sem virkar yfir TCP/IP, svo erum við með DNS til þess að við erum að finna hvert við erum að fara með að fletta upp í DNS og svo kemur HTTP sem svona request response protocol í client-server módulinu. Þannig að við erum alltaf með einhverja klienta sem þá vafrarnir sem að fara að sækja efnið í langflestum tilfellum og svo erum við með einhverja servera sem þá vefþjónarnir sem að fara að taka við þessum fyrirspurnum okkar og gefa okkur eitthvað svar. Þannig að client-server og svo request við sem client búin til request
einhver sem vefþjónn býr til response og sendir okkur tilbaka. Og í því að búa til þetta response, þá getur serverinn verið að gera ýmislegt. Hann getur verið að sækja eitthvað í gagnagrunn, gera einhver vefþjónustu köll, alls konar dót og einhvern veginn búa til þetta response og senda það síðan á klientinn. Eða þá það sem að þið hefur verið að gera til dæmis á ykkar heimasvæði sem í raun að senda eitthvað skjal sem lifir á einhverjum hörðum diski á þessum vefþjón og vefþjónninn segir bara hey, það kom beiðni þetta skjal, ég á þetta skjal, ég pípa þessu skjali beint út. Ekki verið að gera neitt flókið, bara verið að senda oft kallað bara svona statískt efni, af því að það ekki verið að gera neinar dýnamískar aðgerðir á bakendanum. Þessi request sem við framkvæmum þá við sem client samanstendur af nokkrum línum í þessu HTTP requesti. Þá erum við með einhverja aðferð, oft líka kallað sögn eða method eða verb sem þá það sem við ætlum að gera. Einhver auðlind sem við viljum nálgast og hvaða útgáfu af HTTP við erum að nota. Svo fáum við svona headers og svo kemur ein tómlína og svo koma hugsanlega einhver gögn. Þannig að þetta það sem við sendum og þá lítur þetta svona út. Við ætlum að nota get aðferðina á auðlindina sem skilgreind hérna á forward slash og við ætlum að nota HTTP 1.1. Svo koma hérna einhver samansafn af einhverjum headerum og headerir eru alltaf svona key value pairs sem eru key, tvípunktur, bil og eitthvað gildi. Og hérna þessi host header sem var gerð krafa í HTTP 1.1 sem að gera það verkum að við getum verið með marga við getum svarað mörgum vefum á einni IP-tölu. Það er að segja að ég get gert request á einhvern sem svarar mér með IP-tölu fyrir hi.is og ég geti líka verið með foo.hi.is og svo segi ég hvort vill ég fá hi.is eða foo.hi.is í þessum hérna host header. Hér. Og svo getum við verið hérna með auka tómalínu og svo einhver gögn sem við munum sjá dæmi á eftir. En þá kemur þessi hérna aðgerð, við viljum fá eitthvað, við notum þetta get og þá kemur response tilbaka, þar sem að response samanstendur af statuslínu sem að þá útgáfa af HTTP sem vefþjónninn talar, staða sem tala og staða sem texti. Þannig að það kemur einhver staða hérna, þetta niðurstaðan og svo koma aftur listi af headerum frá vefþjóni, svo kemur tómlína og svo koma hugsanlega gögn. Þannig að þá dæmi svona, við fáum hérna tilbaka þessi vefþjónn, hann talar HTTP 1.1, hann svaraði fyrirspurn okkar með þessu hér sem 200 OK, sem segir bara já, þú baðst þessa auðlind á þessari slóð, hér þetta, svara sér með þessum headerum sem eru ýmsir. Hérna fáum við date sem í raun dagsningin á vefþjónunum, eitthvað fjörgamalt dæmi og svo kemur hérna tómlína sem segir þá í raun að hérna response hausinn komin og þá eftir þessa tómlínu koma öll gögnin sem þá bara HTML-skjalið okkar með öllu því sem fylgir, linkum í style sheets eða javascript eða svoleiðis sem síðan vafrinn túlkar og birtir. Og þessir hausar eru sendir bæði í request og response en ekki alveg sömu settin sem við verðum að nota og alltaf verður þetta heiti og gildi í texta aðskilið með tvípunkt. Og það var fyrir árið 2012 var svona að tala að búa til sérsniðna hausa sem var þá eitthvað ég ætla að búa mér til minn eigin haus sem heitir bara eitthvað X-Óli sem skilar einhverju upplýsingum Óla og þá var það með X-bánstrygg fyrir framann en núna eftir á núna bara verið að geta hver sem búið til þetta en við ættum samt ekki að vera að gera það. Og þá sérstaklega hérna X forwarded for header sem við getum notað sem ef við erum að fara í gegnum einhverja svona proxy sem við munum að tala seinna en þá proxy eitthvað sem stendur á milli okkar og vefþjónsins og út af HTTP þá getur það verið að við þurfum að vita ef við erum að fara í gegnum proxy eða ekki og þá þessi X forwarded for header notaður. En svona einhver
dæmi þessa request hausa sem við getum verið að sjá og munum svona kynnast einhverju þeirra betur, en þá getum við séð accept sem segir það að ég að fara að gera einhverja beiðni sem einhver client og ég tek við þessum efnistýpum. Ég kann að túlka JPEG myndir, ég kann að túlka HTML og textaskjöl og svoleiðis og þá segir þessi accept hérna, ég accepta þetta. Og svo getum við fengið charset sem segir ég skil þessi karaktersett, þannig að það getur verið UTF-8, ISO 88591 og svo framvegis. Authorization, ég að auðkenna mig sem þessi, þá kemur authorization haus með einhverjum authorization gildi sem þá einhvern veginn túlkað af vefþjónunum og hugsanlega það samþykkt eða ekki. Host sem dómeinnafnið sem beðið sem við sáum hann áðan. If modified since, þá þetta, ef við erum að sækja eitthvað aftur, þá getum við sagt, hei, á afrita af þessu, þetta eitthvað búið að breytast síðan? Þá þetta notað til þess að skilgreina svona caching í HTTP. Referer, sem þetta var sem sagt, í fyrstu implementation var stafsetningavilla í referer, það hefur verið 2 R þannig fyrir, en af því það var búið að staðla það með stafsetningavillu, þá erum við bara föst með það, sem svona gott dæmi það er gott að lesa yfir dót sem þú ert að fara að staðla og fólk að fara að implementa af því að það bara implementar það sem þú segir. Svo linkur sem að dettur út af klærunni sem að aðeins stærri en ekki tæmandi listi af hausum frá Wikipedia. Svo getum við fengið dæmi response hausa sem það date sem við sáum hann, dagsetning sem svarið og sent, nafnið á þjóninum, content length sem þá ég búinn að safna saman og með þetta svar og það svona langt í bætum. Þannig að þá veit í raun vefþjónninn hvað hann að fara að fá langt svar og getur notað það. Content type sem svona MIME týpa sem segir til hvaða efni þetta þetta mynd eða þetta HTML eða þetta texti. Og þá eins og við erum með if modified since, þá erum við með last modified haus sem segir í raun segir klientinum, hei, þetta seinasta dagsetningin þegar þetta var breytt og þá getur klientinn geymt það og spurt næst. Svo getum við sett cookie sem að setja svona cookie á klientinum. Location, þá í raun þú ert að gera request en þú ættir ekki að vera að gera þetta request hingað, þú ættir að gera það á einhvern annan stað og þá er location notað til að segja til hvar það Svo þá erum við komin með að hvernig við búum til þessi request og svo responsa og sendum það á milli, en svo kemur það líka inn í að HTTP stateless protokoll og það þýðir þá að serverinn eða vefþjónninn, hann gæti en hann þarf ekki og við getum ekki gert ráð fyrir því að hann geymi neinar upplýsingar á milli beiðna. Þannig að ég opna eitthvað request sem client á einhvern server og þá í raun það engin leið svona bara í vanilla HTTP fyrir serverinn að gera greinarmun á mér og einhverjum öðrum sem gerir í raun request nema hann geymi einhverja stöðu. Þannig að það í raun ekkert í specificationinu, í staðlinu sem segir til það að það sé einhver ákveðin leið til þess að geta auðkennt client sérstaklega þegar hann búinn að gera fyrsta eða enda request sem náttúrulega gerir það verkum að það miklu auðveldara að útfæra vefþjóninn. Þú þarft ekki að vera með eitthvað rosalega flókið já, það kom á þessum tímapunkti þetta request frá þessum client og einhvern veginn þarf að vera leið til að geyma þetta. Þannig að það er miklu auðveldara að útfæra serverina, en þetta verður líka samt mjög leiðilegt ef við þurfum alltaf að vera að senda með einhverju upplýsingar til þess að auðkenna okkur og sækja ykkur. Þannig að ef við myndum vera að refresha Facebook, þá þurftu alltaf að vera að logga ykkur inn fyrir hvert refresh, af því að það var ekki nein staða sem geymdi. En það eru nokkra leiðir til að geyma stöðu sem við erum skoða eftir. Ok, svo þetta svona mjög skemmtilegt. Ég bara hendi ykkur fullt af skilgreiningum á einhverjum hlutum. Held ég bara fram. Tek svo dæmi, þar sem þetta munum vonandi verða aðeins skýrara. En URI eitthvað sem partur af HTTP og það skilgreint líka í svona RFC og það stendur fyrir Uniform Resource Identifier sem einhver strengur sem skilgreinir einhverja auðlind
Það auðlind hérna einmitt skilgreina þessa auðlind með nafni, staðsetningu eða bæði og auðlind eitthvað sem við viljum. Þannig að það getur verið index.html á hi.is. Þá index.html nafnið og hi.is/index.html staðsetning og nafni og þetta svolítið svona wake hlutur en URI svona superset af því sem þið kannski kannast minna við sem URN, Uniform Resource Name sem skilgreinir auðlind bara með nafni eða URL sem Uniform Resource Locator sem skilgreinir auðlind með staðsetningu og þá þetta hérna það sem þið þekkið náttúrulega mjög vel sem það sem við skrifum alltaf inn í Vamvaran til þess að opna einhverja síðu og þetta úr þessum RFC þetta alltaf mjög svona veik þetta en URI superset sem inniheldur bæði URL og URN og URN þá eins og index.html eða eitthvað ID, bara eitthvað strengur eitthvað og meina URL eitthvað sem segir til að nákvæmlega á þessum stað á networkunni getur nálgast eitthvað og URI getur verið bæði. En URL sér í lagi samanstendur af skemu eða prótókoll að þegar við erum að fara að nálgast eitthvað yfir networkið en við þurfum að vita yfir hvað við erum að fara að sækja þetta sem þá hvaða prótókoll sem þá HTTP yfirleitt en eins og hérna í þessu tilfelli eins og hérna glærurnar sem ég með þá ég ekki að fara yfir HTTP heldur file prótókollin tvípunkti og 2 skástrikum þannig við sjáum hérna þetta URL hérna uppi það file tvípunktur skástrik svo kemur host það venjulega dómeinar en við getum líka sett IP-tölu og hugsanlega tvípunkti og portnúmeri og ef við skilgreirum ekki portnúmer þá skilgreinir HTTP staðallinn að port 80 default og svo kemur slóð á auðlindina hugsanlega query-strengur sem name value sub sem þá svona eitthvað foo jafnt og bar og það hérna ampersand á milli eða ómerki og svo hugsanlega svona fragment identifier sem staðsetning innan auðlindarinnar þannig að við getum verið með síðu og þá fragment identifier það sem sendir vafran okkar niður á nákvæmlega það við skoðum hana í byrjun með jú, það hluti af en þú mátt sleppa því og þá í raun port 80 default og það síðan ef við erum með HTTP ef ekki skilgreint port 80 nota fyrir HTTP og annað fyrir HTTPS það í raun port þú opnar port á vélum út á internetið þannig að þú til dæmis fyrir HTTP þá opnar port 80 og þá get ég tengst vélinni þinni á porti 80 og gert í raun fyrirspurnir yfir með HTTP og svo getur við verið með opið port 23 sem fyrir FTP svo getur við með opið port eitthvað 22 sem ég mann, það hérna secure FTP og svo getur við opnað eins og ef þið opnið browsersync þá opnið þið port 8000 af því að nú eru dottin svona yfir í svona networking dæmi að þetta í raun bara hvað þú ert að opna á vélinni þinni þannig að ef þú myndir taka einhverja vél og tengja hana við internetið og opna öll portin á henni þá myndir þú bara þurfa að bíða í svona nokkrar mínútur þannig að vera búið að portskanna þig og búið að finna hvaða port eru opin og búið að reyna að komast inn á vélina þína þannig að þetta í raun þú getur ímyndað þér eins og ef vélin hús og portin eru gluggarnir og hurðirnar á húsinu þínu og þú býr til hurð sem port 80 og svona svo lokar upp gluggurum sem eru hinn portin þetta svona þú veist þetta allavega vélin þín hefur opin port þegar þú opnar vefþjón til dæmis locally þá ertu að opna nýtt port eins og port 8000 og þá geta aðrar vélar á sama networki gert fyrirspurnir á þína vél á því porti og átt samskipti yfir networkið það var alltaf kurs hérna sem var ég held að hann hafi verið Val sem var svona networking það var mjög áhugaverður og ég mæli með honum þar alltaf að farið yfir svona og að gera flóknari hluti
En sem sagt dæmi url svona, það lítur einhvern veginn út svona, skemað, svo tvípunktur skástrik, svo domain og port, path, query string og svo fragment identifier. Og Tim Berners-Lee hefur oft sagt að þetta tvípunktur skástrik hafi verið viss feill hjá honum þegar hann var að búa þetta til, af því að það er ekkert hægt að breyta þessu núna og þetta er svona merkingalust og verbose. En þetta er alltaf það sem við höfum. Og þá er þetta dæmi síðu þar sem að hostið er example.org, portið sem er óskilgreint er 80 því það er ekki tekið fram, auðlindin er /example, query strengurinn er key value parið foo bar, fragment identifierinn er bas og við erum að kalla á þetta yfir HTTP. Og svo þurfum við að vinna með svona url, þá þurfum við ofta að umrita stafi svo birtist rétt, til dæmis íslenski stafir geta farið illa í suma vefþjóna og þá þurfum við að nota svona föll sem að heita yfirleitt einhvern veginn encode URI eða encode url og þá erum við með eins og í JavaScript encode URI sem tekur einhvern streng sem við erum með og gerir hann svona öruggan til þess að nota sem í urlum. Og svo munurinn á URI og url, við getum hugsað URI sem nafn hlutsins og url sem heimilisfangans. Það er að segja að example.org, ef ég myndi segja það beint, er URI. Það er ekki url, af því að ég veit ekki, example.org geti svarað mér mismunandi á HTTP eða FTP eða ég geti sendt kannski mail á þetta eða eitthvað svoleiðis. Það er í raun óskilgreint fyrir mér hvernig ég á að komast þangað nákvæmlega. Ég veit bara hvað þetta og hver nafn hlutsins er. Á meðan að HTTPS example.org er url og URI, af því að það er bæði nafn og staðsetningin á hlutnum. Og þannig að ef við notum URI þá höfum við tæknilega rétt fyrir okkur. Það er yfirleitt best. Þannig að það er hugsanlega langt tal URI og url. Allavega HTTP aðferðir sem við sáum þarna í dæminu áðan, þá erum við með eitthvað HTTP request og það er með einhverja aðferð eða sögn og HTTP 1.0 skilgreindi sett get, post og head. HTTP 1.1 bæti við fleirum og ef við skoðum hvað þetta gerir, þá er get biður bara einhverja útgáfu af tilgreindi auðlind, bara gefðu mér þessa auðlind og skila henni til mín. Þetta er langmest notað. Alltaf þegar þið opnið Vafra, skrifið eitthvað url eða URI í adressbarinn og ítið á enter, þá þið að gera get aðgerð á það url. Head sem er eins og get, nema þá segjum við, hey, mér er sama efni þessar auðlindar, ég vil bara fá headerina, þá fáum við bara headerina tilbaka. Og post, það sem sagt segir, hér er response, hér er request, það er með einhverja headera og það er líka með einhverjum gögnum. Nú ætlar þú að taka þessi gögn og búa einhvern veginn til nýja auðlind eða einingu á þessum stað sem ég sendi á og svara mig síðan tilbaka hvernig það gekk. Þannig að þetta til dæmis ef þið eruð að búa til nýtt svar umræðafræði eða eitthvað, þið ætla að posta eitthvað, búa eitthvað til í einhverju lista á einhverjum vefþjón, þá myndið þið yfirleitt nota post aðgerðina. Svo erum við með put sem var bætt við í 1.1 og þá er það svipað á post nema þetta getur til dæmis verið notað þegar við erum að uppfæra eitthvað, ekki að búa til nýja. Við erum með delete sem segir þá, heyrðu, þú ert með einhverja auðlind þarna, hérna er delete aðgerðin á hana, þannig að eyddu henni vinsamlegast. Trace, þá er þetta svona eins og ping-pong, þannig að við sendum eitthvað request og við fáum það tilbaka til þess að debugga og sjá hvort að samskiptin sé í lagi. Options, það skilar því hvaða aðferðið þjónninn styður og svo connect og paths og fleiri aðferðir sem eru þarna til. En svo hefur við verið að nota svona form og þá getum við sagt til hvort við ætlum að nota get eða post sem eru þær aðferðir sem form styður og það getum við gert með að setja method attributeið og ef við gerum form method get sem er líka sjálfgefna aðferðin á form, þá erum við að gera get fyrirspurn með form gögnunum okkar
þar sem að öll gögnin í forminu, allt sem innan þessa form elements í input type text, textari eða svoleiðis, sendt í query-strengnum. En ef við notum post, þá sendum við gögnin með post-aðgerð og það setur allar breyturnar inn í requestið okkar. Þannig ef við tökum dæmi þetta, þá gerir ég þessi reitur er bara input type text, name foo, þannig ég gerir bar, og þá fáum við uppi að það búið að bætast við query-strengin, þá er þessi lítið, þá kannski sjá þetta. En svo ef við erum með form method post, og þá ætla ég að opna svona, þannig að núna er þetta alveg sama, þetta heitir foo, og þetta senda bar, og nú er ég með opið á, ætla að opna á network tabban, þannig að það er eitthvað sem við höfum ekki skoðað mikið áður, en þá erum við að fara að sjá það sem við erum að fara að gera sem client, sem þessi vafri, sem Chrome vafrin er að fara að posta á þennan vefþjón sem er í raun yfir file protokolið. Þannig að þetta er ekki alveg svona það besta, en við sjáum þetta allavega. Þannig að nú ger ég send og það gerist ekki neitt en ef við förum hér, þá sjáum við að smellum á þennan, þá sjáum við form data er foo jafnt og bar, niðri. En við vorum líka með query string dótið því það var ennþá í þessu hér, þannig að það er líka að fara á milli. Og svo erum við með request headerana. Þetta er samt ekki alveg best að við erum ekki að gera þetta yfir vefþjón, við erum að gera þetta yfir þetta file protocol, þannig að við hoppa tek þetta, fyrir nei, hvað er þetta að gera? Ok, foo, bas, gerum þetta svona, senda, með vefþjón núna, sem er töluvert betra. Þá fáum við request method, post, status 200 ok, remote address, sjáum við erum að nota IP6, við erum á porti 443, en það 443 er porti sem á við HTTPS. Og ef við förum í response headers, þá sjáum við í raun þetta er það sem að vefþjónninn sendir tilbaka og hann er í raun ekkert spennandi í gangi og þetta er það sem við vorum að senda request headers. Hérna er vafrinn búinn að taka þá og parsa þá, þar að segja hann búinn að fara í gegnum þessi name value pair og skipta þeim upp í value og gildi. Og ef við skoðum view parse, þá sjáum við nákvæmlega það sem við sendum. Við postum fullt af einhverjum upplýsingum og svo niðri er formdata aftur, þannig að hérna erum við að senda þessi gögn. Sést ekki alveg vantar í raun tómulínu á milli, að vafrinn er búinn að vinna í þessu fyrir okkur. Ok. Svo höfum við, þegar við erum að gera svona aðgerðir, þá erum við með tól sem heitir curl, sem er svona command line tól til að gera HTTP aðgerðir. Það er mjög mikið notað í alls konar tækjum og forritum og svona. Þetta er open source og er virkilega gott tól. Við getum nálgast það á curl.hax.se sem gefur til kynna hversu ótrúlega hardcore það er. En það er til fyrir öll stýrikerfi og við getum notað til að fá bara að gera einfaldar aðgerðir eins og bara sækja síðu og fá efni tilbaka eða gera head. Þannig fáum við headerina fyrir þessa aðgerð. Við getum séð í raun nákvæmlega hvað er að gerast þarna á milli með því að nota verbose. Og við getum postað gögnum með því að setja curl data. Og svo er tutorial svona létt sem er hægt að gera ýmislegt með. Þá getum við tekið smá dæmi þar sem við getum kallað í curl http hi.is. Þá fáum við bara svarið. Við fáum ekki headerina, þetta er bara svarið og þá sjáum við að það er HTML sem er eitthvað 301 moved permanently. Ok, við skulum sjá aðeins curl verbose hi.is. Þá sjáum við fyrst hvað við erum að senda. Rebuild URL to http hi.is, þannig að það er búið að bæta við trying og
búið að fletta þessu upp í DNS, fann einhverja staðsendingu á þessu, opnar hérna tengingu frá minni vél á þessa IP-tölu á þessu porti og það virkaði og við fáum hérna, þegar við erum búin að opna þetta, þá sendum við þessar upplýsingar yfir. Viltu vinsamlegast gefa mér þessa hérna, það gerir ég eitthvað. Senda mér þetta hérna, þessa auðlind frá hi.is, þá fáum við svarið sem hérna HTTP, þá fáum við ekki 200 OK, heldur 301, moved permanently, og þá hérna gefið að location http://www.hi.is. Þannig hérna verður hi að segja, þegar það beðið efni á hi.is, þá viljum við að það sé á www.hi.is. Svo sjáum við hérna XSS protection, sjáum við þessa X hérna headera, og þeir eru hérna að kveikja á einhverju svona að segja að vafrinn er að kveikja á XSS protection sem við munum skoða seinna, og svo fáum við þetta efni. Þannig núna ef við breytum, við pastaði bara einhverju fullt einhverju drasli hérna, ef við gerum hi.is sem var þessi slóð sem við vildu, þá fáum við bara allan vefinn, allt HTML-ið og allt, og þetta hjálpar okkur svo sem mikið, þannig að þá getum við bætt hérna við head, þá sjáum við hvað við erum nákvæmlega að fá af headerum. Núna fáum við hérna 200 OK, ekki okkur þetta er að tvítaka allt hérna, og alla headerina sem koma. Aðeins sjá hvað er þetta. Nei. Svona aðeins að taka lengri tíma en ég bjóst við. Vá, ekki stóli. Ok, heldur við að þetta tökum bara 5 mínútur og rúlum svo í gegnum þetta. Aðeins að lofta